Við erum stödd hérna á B5 í Fossvogi þar sem við erum að undirbúa það að taka á móti nýjum starfsmannafatnaði í næstu viku og næstu viku munum við byrja á að taka inn nýjan fatnað sem við erum búin að vera með í endurskoðun síðan 2018 en það búið að vera gríðarlega umfangsmikið verkefni að endurskoða starfsmannafatnaðinn hjá okkur. Við byrjum á því að taka inn fatnaðinn hingað í Fossvog af því að við viljum nota Fossvog sem svona upphafspunkt sem tilraun og til þess að við getum lært og fengið góða yfirsýn yfir notkun á þessum fatnaði. Þessi fatnaður aðeins öðruvísi heldur en það sem við erum vön. Í dag erum við til dæmis með 70 tegundir af buxum. Núna verðum við með 16 stærðir, þar að segja 8 stærðir í 2 sítum og 2 litum. Eigum svo líka von á bláum fatnaði sem verður alveg eins í bláum lit og hann kemur síðar á þessu ári. Hann mun líka fara einungis í dreifingu á Fossvogi en við munum taka síðan fatnað úr Fossvogi, gamlan fatnað og dreifa annars staðar þar sem þörf á. Við sjáum svo fyrir okkur að aðrar önnur hús, Hringbraut og fleiri fari að fá sjá þennan fatnað svona kannski mitt næsta ár. En það tekur bara þennan tíma að ná þessu af stað og fá svona góða yfirsýn yfir það hvernig notkunin og hvernig þetta að koma út. Ég var fengin til að hafa aðkoma á þessu verkefni sem ráðgjafi í teymi til þess að endurnýja vinnufatnað fyrir Landspítala. Buxurnar, þær eru með vösum hér á framan sem ekki mjög svona mikið bölk en svo það líka með hliðavösum en það var ósk meðal annars að vera ekki bara með vasa á staknum, þá hann allt á hlaðin flíkin og hangir á og veldur vöðvabólgu og öðru slíku. Þannig að það væri hægt að svona dreifa þunganum á því sem fólk með í vösunum. Við til dæmis erum hérna með hvítu útgáfuna af þessari blússu og hún eins fyrir karla og konu, þetta unisex. Það var augljós vilji fyrir því að halda hvíta litnum en fá einnig annan og blár var langvinsælastur. Þannig að þetta hvíta útgáfan. Hún úr aðeins svona burðugra efni, þykkara, úr bómull og pólíester. Við erum með bláa litinn sem kemur seinna að hann úr þynnra efni og lipura og mjög umhverfisvænt tensel og endurunnið pólíester. Vasarnir eru síðir, það lítil klauf. Svo kvenjakkinn sem mjög vinsæll og býður einnig upp á að fá flík sem hægt að hneppa og við ákváðum að halda honum og aðlaga heldur vasana. Eitt af því sem vakti hvað mesta óánægju hjá starfsmönnum var að fá ekki það sem þeir ætluðu sér að fá, voru búin að finna í hvaða stærðum þeir voru og þá var ætluðu að taka medium og þá var öðruvísi medium. Okkur sýndist sú leið sem að Svíar höfðu farið með að þróa áratuga þróun á standard klæðnaði fyrir klíníska starfsmenn og okkur leist mjög vel á þá leið unisex fatnað. Við skoðum líka hvað Landspítalinn hefði sem ríkti ánægju með og það sem okkur fannst fallegt eins og til dæmis læknasloppurinn. Margir vildu hafa hann með síðum það fékkst ekki vegna sýkingavarna. Hann þá kominn með svona sambærilega línu í vösunum en áfram þessi fallegi spælla aftan sem hægt að stjórna aðeins forminu á sloppnum og okkar var mikið fallegri heldur en sænski sloppur. Svo við héldum honum. Það var mjög ánægjulegt að koma að þessu verkefni, það var mjög ólíkt því sem ég hef verið að vinna við, bæði þegar ég var hjá Ellu og kennsluna í Listaháskólanum og öðru slíku, af því þetta alltaf aðrar kröfur. Þetta ekki eins og tískufatnaður, þetta þarf að passa fyrir mjög mikið af mismunandi fólki og sem að vinna mjög mikilvæg störf og það þarf að þola iðnaðarþvott og það þarf að vera alls konar tæknilegt og pæla í bara mjög mörgum hlutum, gríðarlega áhugaverðum og þetta líka bara ein stærð í viðbót, hvað þýðir það með lagerstærð, lagerstöðu, hver líkurnar þú fáir það sem þú ætlar að fá þér og bara mjög margt. Þetta var ótrúlega áhugavert og skemmtilegt.
Framundan eigum við von á hitajökkum, hlýjum peysum sem að munum vonandi koma áður en kólnar í veðri til þess að halda fólki hita, en við vitum það hefur verið gríðarlegur skortur á þessum jökkum og fólk hefur oft kvartað yfir kulda, þannig að við vonum það besta, en við eigum von á þessari sendingu svona einhver tíman í haust, vonandi eins og ég segja áður en að kólnar. Við erum að klára að skoða sokka og fá prufur af sokkum bæði fyrir starfsmenn og fyrir sjúklinga. Þannig að við eigum von á því einhvern tíman á næsta ári að fyrstu sendingar komi. Síðan ætlum við að í framhaldi af þessu verkefni að skoða annan starfsmannafatnað fyrir þá starfsmenn sem ekki geta notað þennan almenna fatnað eins og skurð, flutninga, eldhús og fleiri. Þetta allt saman gríðarlega spennandi. Við erum rosalega spennt að fá þennan nýja fatnað í umferð og sjá hvernig hann kemur út eftir alla þessa vinnu og ég veit að starfsmenn eru líka mjög spenntir, þannig að þetta verður gaman að sjá.